Náðu hóstar, gjör svo vel. Glæsilegt. Komið sæl, nú fyrir fram 70. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Þingey, 50. 11. desember 2025. Við byggjumst velvirðingar á örlítilli töf sem var af skemmtilegum ástæðum. Sveitarstjórn þurfti að láta mynda sig hér í dagsbirtunni sem af skornum skammti. Þetta síðasti fundur ársins og fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir fjarverandi. Í stað hennar situr fundinn Úlla Árdal, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusvið sem ritari fundargerð. Gerir einhver athugasemdir við fundarboð? Svo ekki og þá þarf ég að fara fram á að bæta eftirtöldum liðum inn á dagskrána með afbrigðum. Þau ykkar geta samþykkt að bæta við lið 2 fundargerð 44. fundar skipulagsnefndar merki. Það samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að undir lið 12 verði tekin Nýsköpun EHF boðun hluthafafundar merki. Það samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 13 verði umfjöllun þjónustustefnu Þingeyjarsveitar merki. Það samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 17 verði Engidalur 2 umsóknum lögbýlisskráningu merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komum við að fyrsta máli sem fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar Þingeyjarsveitar. En fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 24. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 8. desember. Hún í 2 liðum og engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ætlar einhver að gera grein fyrir þessari fundargerð? Svo ekki, en lauslega þá fjalli þetta voru einhvers 2 mál á dagskrá nefndarinnar sem voru búnaður til meindýravarna og atvinnustefna Þingeyjarsveitar, en eins og sé þarfnast ekki staðfestingar sveitarstjórnar. Vill einhvern taka til máls fundargerðina? Þarna glemdi ég að segja með leyfi í varðaðrið, það er rétt. Heyrðu, þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerðin sem merki. Fyrir fundinum liggur einnig næsta mál fundargerð skipulagsnefndar, en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 44. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 10. desember. Fundargerðin í 8 liðum, dagskrálið 7, hér vísað til sveitarstjórnar, sérstakur liður hér á fundinum. Ég ætla aðeins að renna lauslega yfir þessa fundargerð með leyfi varðvita. Vittur við, afsakið. Þarna. Fundurinn var haldinn eins og áður sagði 10. desember sem var í gær og þar ber hæst fyrsta mál sem var tilkynningar fyrirhugaða niðurfellingar af vegaskrá. Fyrir skipulagsnefnd liggur fyrir erindi frá Vegagerðinni fyrirhugaða niðurfellinga af vegaskrá. Niðurfellingin gildir eftirfarandi vegi: Hlégarðsvegur, Selásvegur, Stórutjarnaskólavegur, Stórutjarnavegur og Stórutjarnavegur númer eitthvað að meira, hluta Hjallavegi og Hafralækjarskólavegur. Að ræða niðurfellingar vega meðal annars að skólum þar sem skilgreint hefur verið þéttbýli í aðalskipulagi. Einnig var fjallað framkvæmdir á verndarsvæðum þar sem lagt var fram minnisblað vegna ákvörðunar skipulagsstofnunar að vatnsverndarsvæði Mývatns og Laxár sé verndarsvæði í skilningi laganna þegar það kemur að umhverfismati áætlana framkvæmda. Ég biðst forláts. Ég gleymdi að lesa bókun nefndarinnar í máli niðurfellingu vega af vegaskrá. Þetta mikilvægt mál á margan hátt. Bókun skipulagsnefndar í því máli svo: skipulagsnefnd gerir athugasemd við niðurfellingu umræddra vega af vegaskrá, afmörkun þéttbýlanna í aðalskipulagi sýnir stefnu frekari uppbygging á svæðinu og að viðkomandi byggðum í framtíðinni uppfylla skilgreiningu skipulagslaga þéttbýli sem samkvæmt annarri grein skipulagslaga 28. stafliður þéttbýli
Þyrping húsa þar sem búa að minnstakosti 50 manns og fjarlægð milli húsaferða jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í aðalskipulagi sveitarfélags. Til vara mótmæli skipulagsnefnd því að taka við umræddum vegum í því ástandi sem þeir eru. Í bréfum vegna niðurfellingar segir að Vegagerðin hafi sinnt veghaldi þessara vega og fer nefndin fram á að ef komið til þess að sveitarfélagið taki við vegunum þá sjáir Vegagerðin til þess að þeir séu í lagaðir og komið í gott ástand. Sveitarfélagið óskar skýring á því af hverju verið að ganga í þessi mál á þessum tímapunkti þegar nýtt aðalskipulag að loka metrónum og þar sem afmörkun þéttbýla breytt. Við komum nánar að þessum liði síðar þegar við ræðum fundargerðina. Liður númer 2 var eins og áður sagði framkvæmdir á verndarsvæðum varðandi skilning og ákvörðunar skipulagsstofnunar að vatnsverndarsvæði Mývatns og Laxár sé verndarsvæði í skilningi lagana og þetta að gera mál sem snertir okkur talsvert af því að það talsverður munur á hvort að lögin heyra án stærðar afmarkana varðandi verndarsvæði ellegar vatnsverndarsvæði. Bókun nefndarinnar var að skipulagsfulltrúa falið að vinna áfram að málinu í samráði við sveitarstjóra. Mál númer 3 á dagskrá skipulagsnefndar var endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar. þar sem Náttúruverndarstofnun hefur sendt frá sér tillögu samráðshóp og starfshóp verkefnið og skulu tilnefningar berast eigi síðar en 15. janúar. Bókun skipulagsnefndar svo: skipulagsnefnd óskar eftir því að 3 aðilar verði tilnefndir af hendi sveitarfélagsins. Skipulagsfulltrúi muni sitja sem starfsmaður sveitarfélagsins og 2 aðilar fyrir hönd Þingeyjarsveitar sem eru sérfróðir svæðið. Fulltrúar sveitarfélagsins eru tilbúnir að funda með stofnuninni málið. Í bréfi Náttúruverndarstofnunar kemur fram að Náttúruverndarstofnun greiði ekki fyrir setu í þessum 2 hópum. Skipulagsnefnd bendir á að í 9. grein laga um verndun Laxár og Mývatns kemur fram að kostnaður við framkvæmd þessara laga greiðist úr ríkissjóði og í samræði við það óskar sveitarfélagið leiðbeininga hvert skuli sækja greiðslur vegna fundarsetu í starfshóp þar sem gert ráð fyrir fundum mánaðarlega meðan vinnunni stendur. Liður númer 4 var Hverfjall, stjórnunar og verndaráætlun tilbúin til staðfestingar. Þar sem stjórnunar og verndaráætlun Hverfjalls nú tilbúin til staðfestingar ráðherra. Drög að áætlun voru kynnt opinberlega í maí síðastliðinn og frestur gefinn til 18. maí til að senda inn athugasemdir. Aðeins barst ein athugasemd á kynningartíma frá Náttúrufræðistofnun og ef sveitarfélagið gerir ekki athugasemdir verður áætlunin send umhverfis- og orku- og loftslagsráðherra til staðfestingar. Nefndin bókar svo að skipulagsnefnd samþykkir útgáfu stjórnunar og verndaráætlunar og gerir ekki athugasemdir við staðfestingu hennar. Mál númer 5, aðalskipulag endurskoðun. Eftir að umsagnatíma lauk bárust 2 umsagnir. Landsnet óskaði eftir heimild til að senda inn viðbótar umsögn og barst hún þann 20.11. En Veðurstofa Íslands sendir inn umsögn þann 5.12. Og skipulagsnefnd bókar þannig að skipulagsnefnd móttekur innkomnar umsagnir og ákveður að taka þær til greina í ljósi mikilvægis þrátt fyrir að umsagnarfrestur sé liðinn. Liður númer 6 var umsókn byggingaráforma byggingarleyfi fyrir hús í Koti. Ekkert deiliskipulag fyrir í gildasvæðinu og skipulagsnefnd bókaði þann hátt að hún felur starfsmanni að grenndarkynna áformin þegar tilkynning gögn hafa borist og heimilar útgáfu byggingarleyfis ef engar athugasemdir berast. Mál númer 7 umsókn lögbýlisskráningu sem kemur til kasta sveitarstjórnar hér á eftir og mál númer 8 var merkjalýsing á Björgum. Það sem tekin fyrir umsókn frá merkjalýsanda stofnun lóðar út úr jörðinni í Björg. Ekkert deiliskipulag í gildasvæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir stofnun lóðarinnar Björg 1 og felur byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir þegar tilskilin gögn hafa borist. Meira var ekki á dagskrá nefndarinnar en ég ætla samt að, en orðið laust efni nefndarinnar. Efni fundargerðarinnar. Og Jóna Björg. Já, oddviti, í þessari fundargerð skipulagsnefndar kom þarna mál á dagskrá
frá það sem erindi frá Vegagerðinni, þar sem að sveitarfélaginu er tilkynnt einhverja furðulega vegferð Vegagerðarinnar, þar sem að þau eru að garfa í okkar gamla aðalskipulagi og finna þéttbýlisafmarkanir og tilkynna okkur að þau ætla að skila okkur vegum sem eru þar innan þéttbýlismarka sem sveitarfélagi markar í aðalskipulagi. Sveitarfélagi hefur fulla heimild til þess að afmarka einhverjum hætti þéttbýli í sínu aðalskipulagi. Það er ekki skilgreining á þéttbýli í eðli sínu, heldur svona ákveðið vaxtarsvæði. Nefndin mótmælti þessari aðgerð Vegagerðarinnar í gær og tók ekki undir að taka á móti þessum vegum og að þeir skyldu felldir af vegaskrá. Ég hefði bara lagt til að sveitarstjórn myndi taka þessa bókun skipulagsnefndar og gera það sinni og óska skýringa frá Vegagerðinni hverju sætir þessi aðgerð og taka bara undir að þessi vegir skuli halda sinni á vegaskrá Vegagerðarinnar. Einhver annar sem vil taka til máls undir þessum lið? Íþór? Oddviti, góði fundamenn. Ég ætla að ræða hérna fyrsta lið á dagskrá skipulagsnefndar. Ég tek undir með Jóni Björgu. Mér finnst þetta að vera mjög skrítin vegferð sem að Vegagerðin á hérna og ef að þetta verður raunin þá finnst mér að sveitarfélagið þurfi aðeins að skoða hjá okkur hvernig við skilgreinum þéttbýli í aðalskipulagi, því að þá þurfum við að fara að vega mögulega kosti og galla þess að skilgreina þéttbýli á þeim stöðum sem að það er skilgreint í aðalskipulagi. Takk fyrir þetta, Íþór. Þá er komið fram til að bókun við fundargerðina sem hljómar svo varðandi lið 1 sem varðar erindi Vegagerðarinnar niðurfellingu vega að vegaskrá þar sem vegir séu innan þéttbýlis. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar. Ég ætla ekki að lesa hann í. Og gerir að sinni. Og gerir að sinni, það er rétt, og gerir að sinni. Ég ætla ekki að lesa hana aftur endilega, nema þessi óskar sérstaklega. Það vil enginn áhuga á því. Þá er komið að næsta lið sem er sérlega ánægjulegur, sem er skýrsla sveitarstjóra. Gerður. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þó sé nú bara mánuður liðinn frá síðustu skýrslu að þá hefur ýmislegt svona drifið á daga og ég tók þá ákvörðun að hafa samband við sviðsstjórana og fá svona helstu upplýsingar helstu verkefni, það sem hefur verið á döfinni hjá þeim, þar sem þetta er nú líka síðasti fundur ársins. Nú, íbúafjöldi þann 8. desember núna var 1583 en það var 1607 byrjun nóvember. Flestir urðu íbúarnir í september eða 1619, þannig að nú er aðeins farið að gæta árlegar fækkunar þegar að farfuglarnir fljúga, það eru erlendu starfsmenn ferðaþjónustunnar. En í byrjun ársins voru íbúar 1541, þannig íbúafjölgun á árinu er 3%. Nú, fjárhagsáætlun hefur verið rýnd núna á milli umræðina og verður lögð fram til síðari umræðu hér í dag. Rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi, viðhalds- og framkvæmdaverkefni gengur vel á árinu, þó þurft hafi að fresta 2 af stærstu verkefnunum til næsta árs. Ekki er gert ráð fyrir stórvægilegum breytingum í rekstri yfir á næsta ár. Nú, Brák HCS hefur undirritað samning við byggingaverktaka byggingu 3 íbúða raðhús við Klapparhraun 6 í Reykjahlíð og er áætlað að það verið tilbúið til afhendingar í desember 2026 og unnið er að samningsgerð við verktaka byggingu 2 íbúða í aðalgerði í Aðaldal. Nýverið var tilkynnt 2 vikna framlengingu á útboðsfresti vegna nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík, þannig að þar verða tilboð opnuð þann 27. janúar í staðinn fyrir 12. janúar eins og til stóð.
Og eins og áður hefur komið fram hefur sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs sagt starfi sínu lausu og mun láta af störfum áramót. Fyrir fundinum í dag liggur fyrir afgreiða ráðningu í stað hans og í kjölfarið verður nokkuð breyting á verkefnaskipan sviðsins og auglýst hefur verið laust til umsóknar starf verkefnastjóra framkvæmda og veitna. Síðan eru hérna svona helstu fréttir af umhverfis- og framkvæmdasviði. Það er verið að vinna að atvinnustefnu Þingeyjarsveitar. Það er verið að taka saman og gera upp framkvæmdir ársins, hvernig áætlanir hafa staðist og fréttir herma að áætlanir hafi, sem sagt verkefnin hafi verið vel innan við áætlun í flest öllum ef ekki öllum tilfellum sem er mjög ánægilegt. Nú sviðið er líka að skila á þessum árstíma, þá er verið að skila gögnum til ríkisstofnana svo sem Orkustofnunar, Náttúrufræðistofnunar, Náttúruverndarstofnunar og fleiri stofnana og síðan er verið að vinna að vöktunar áætlun fyrir Torfdalstjörn hér á Laugum. Kem aðeins kannski betur að því hér á eftir. Nú, það er verið að vinna kynningarefni fyrir breytingu á sorphirðu sveitarfélagsins sem kemur út bráðlega og verður kynnt. Síðan er verið að reyna að finna rafræna lausn fyrir klippikort á gámasvæði og sem er vonast til að geti jafnvel nýst öðrum sveitarfélögum og framkvæmdir næsta árs eru svona komnar í undirbúning. Skipulagsfulltrúi hefur verið að taka saman athugasemdir við aðalskipulag og viðbragð við þeim og hafa verið haldnir nokkri vinnufundir skipulagsnefndar í þeim tilgangi. Á borði skipulagsfulltrúa er einnig skoðun á því hvaða áhrif breytt túlkun á verndarsvæðum samkvæmt fyrsta viðauka laga umhverfismat áætlana og framkvæmda hefur og hafa sveitarstjóri og skipulagsfulltrúi átt nokkra fundi með lögmanni sveitarfélagsins og skipulagsstofnun vegna þess. Síðan er verið að hefja hönnunarvinnu við áfangastaði bæði á Þeistareykjum og við Aldeyjarfoss. Hjá byggingafulltrúa snýst mest að ganga frá byggingarleyfum og skráningu í mannvirkjaskráningu. Það er til dæmis 100% aukning frá síðustu árum í byggingarleyfum. Í rauninni frá árinu 2023 hefur orðið 100% aukning í útgefnum byggingarleyfum, þannig að það er gríðarlega jákvætt fyrir sveitarfélagið allt og íbúa. Það hefur verið umtalsvert mikið af fundum eins og gengur að gerist hjá byggingafulltrúa með HMS og boðið hefur upp á námskeið meðal annars í aðgengi fyrir alla hjá HMS og Öryrkjabandalaginu. Brunavarnir sveitarfélagsins, þar er unnið að mögulegu samkomulagi samstarf stjórnun á þeim vettvangi og mögulegu samstarfi þá við nágranna sveitarfélag og þetta mun koma nánar fram á fundinum hér á eftir. Það hefur verið bæst í slökkvibílaflotan hjá slökkviliðinu, nýr bíll af gerðinni Volkswagen Amarok Stylewaf 6 sem er útbúin Von 7 slökkvibúnaði og Lucas multiklippum fyrir fyrsta viðbragðsbúnað. Og með tilkomi þessa bíls fylgir aukið öryggi en samskonar bíl sem hefur verið staðsettur hér á Laugum verður núna staðsettur í Mývatnssveit. Þessi bílar eru hugsaðar fyrst og fremst sem fyrsta viðbragðsbílar bæði í slysum og eldum. Nú frá fjölskyldusviðinu, þar er svona helsta frétta að nú hafa allir skólarnir haldið sína haustgleði eða árshátíðir þar sem elstu nemendur skólana setja upp fullgild leikrit auk þess sem sumstaðar sjá yngri nemendur styttri atriði eða leikþætti. Nú heppnuðust sýningarnar afskaplega vel og voru fjölmennar góð aðsókn af þeim. Jólatónleikar skólana er einnig haldnir nú á aðventunni en skólarnir fara í frí þann 19. desember. Það er gaman að geta þess að Reykjahlíðar og Stórutjarnaskóli tóku þátt í bókmenntahátíð á Hrafnagili en nemendur úr 5. til 7. bekk hafa setið við skriftir þar sem af er hausti eða vetri og gefið út bækur sem voru til sölu á bókmenntahátíðinni sem haldin var þann 4. desember síðastliðinn. Þetta verkefni var unnið með 2 rithöfundum sem aðstóðuðu nemendur með fræðslu uppbyggingu sagna, leiðbeiningum ritstörf og yfirlestur. Mörgum reyndist erfitt að þurfa að fínpússa verkin sín eins og oft gengur að gerist
og takast á við uppbyggilega gagnrýni, en loka útkoman var fjöldi útgefinna bóka sem nemendur, kennarar og leiðbeinendur þeirra geta verið stoltir af. Nemendur Reykjahlíðarskóla stofnuðu svo sitt eigið útgáfufyrirtæki, Dimmuborgir. Nýtt merki Þingeyjaskóla sem var tekið í gagni í vor en nú komið á bíslag Barnaborgar og prýðir þar innganginn, en ákveðið var að heiðra minningu Gerðar Foldar, nemenda við leikskólan sem lést þann 1. nóvember 2023. Merkið hluti úr listaverki eftir Gerði Fold. Félagsdag eldri borgara hefur gengið vel og ágætlega sótt bæði í Mývatnssveit, Stórutjörnum og í Þingeyjaskóla. Félagsstarfi í Mývatnssveit fór í jólafrí seinnipartinn í gær eftir velheppnað jólabingó. Félagsstarfi hér niður frá fer í jólafrí eftir aðventu samverustund næstkomandi þriðjudag og heimaþjónustan hefur gengið snurðulaust fyrir sig það sem afur hausti eftir að tókst að manna vel þær umsóknir eða þá bæi sem að höfðu sótt þjónustu. Fyrsti fundur farsældaráðs var haldinn 3. desember, stemtir að því ráði fundi 8 sinnum á vetri frá september og fram í maí. Hlutverk ráðsins að móta áætlun til 4 ára forgangsröðun í þágu farsældar barna. Í ráðinni situr afar fjölbreyttur hópur fagfólks, meðal annars frá velferðar- og skólaþjónustu, lögreglu, heilbrigðisþjónustu, foreldrasamstarfi og íþróttastarfi. Auk þess munu raddir barna fá hljómgrunn hjá ráðinu og þar verður meðal annars stuðst við niðurstöður íslensku æskulýðs rannsóknarinnar. Að baki hvers fulltrúa í ráðinu baklandshópur sem vinnur með honum á milli funda og í Þingeyjarsveit samastendur baklandshópurinn af skólaþjónustu og skólastjórnendum. Hjördís Albertsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, aðalmaður í ráðinu og Helga Sigurbjörg, verkefnastjóri skólaþjónustu, varamaður hennar. Næsti fundur ráðsins verður 14. janúar og verður þá lögð fram drög að aðgerðar áætlun. Svona helstu fundir sem hafa verið á döfinni undanfarið, það sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármál- og stjórnsýslusviðs funduðu með Arnari Haraldssyni hjá HLH ráðgjöf til undirbúnings á rekstrar og faglegri úttekt skóla sveitarfélagsins, en ásamt Arnari mun Háskólinn á Akureyri meta faglega þáttinn. Í framhaldinu hafa báðir aðilar fundið með sviðsstjóra fjölskyldusviðs og skólastjórum. Þann 25. nóvember boðaði sveitarfélagið til íbúafundar starfsemi fiskþurrkunar á Laugum. Fulltrúi Samherja gerði þar grein fyrir þeim úrbótum sem unnið var að þessa dagana, en verksmiðjan lokuð vegna þess til áramóta. Leifur Þorkelsson, forstöðumaður HNE, gerði grein fyrir auknum kröfum til starfseminnar og fundurinn var vel sóttur og sköpuðust þar góðar umræður. Það til mikils að vinna fyrir hag sveitarfélagsins og íbúa í nágrenni við verksmiðjuna að vel takist til og því hafin vinna við sameiginlega vöktunar áætlun Samherja og Þingeyjarsveitar. Þar verður kveðið á vöktun á mengunaráhrifum og viðbrögðum við þeim þar sem mælingar sýna þörf á viðbragði. Þann 28. nóvember var mánaðarlegu fundur sveitarstjóra og SSNE hér á svæðinu, þar sem rætt var meðal annars vetrarþjónustu vegagerðarinnar sem einnig til umræðu hér í dag og sameiginlegt erindi sveitarfélaganna á svæðinu til vegagerðarinnar hálkuvarnir, en vegagerðin hefur hafnað allri aðkomu að hálkuvörnum á svokölluðum helmingamokstursvegum. Sveitarstjóri og oddviti sátu fund stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyinga þar sem fjárhagsáætlun næsta árs var lögð fram og samþykkt. Sveitarfélögin hafa fyrra árinu staðfest viðbótar fjárframlag til þakkviðgerða á Safnahúsinu sem mun fara fram á næsta ári. Það kom fram hjá forstöðumanni að fjöldi viðburða og sýninga hefur verið í boði þetta árið og 68. árgangur árbókar Þingeyinga var komin út þegar að þessi fundur fór fram og hafði þá verið sendar bækur til áskrifenda. Sveitarstjóri satt fund almannavarnanefndar Norðausturlands á dögunum. Á dagskrá fundarins var meðal annars kynnt uppfærð viðbragðsáætlun vegna mögulegs eldgoss í Bárðarbungu og hefur hún verið birt á heimasíðu Þingeyjarsveitar. Fundagestir fengu kynningu á löggæsludróna sem fór í stutta eftirlitsferð yfir næsta nágrenni lögreglustöðvarinnar á Akureyri
Lögreglustjóri og formaður nefndarinnar lagði áherslu á að sveitarfélag myndi huga að áhættu þoli sínu og hefði tiltækar viðbragðsáætlanir stofnana ef til almannavarna ástands kæmi. Í beinu framhaldi var síðan haldinn fundur samstarfsnefndar lögreglu og sveitarstjóra í umdæminu þar sem lögreglustjóri og starfsmenn hans fóru yfir ýmis mál sem snerta sveitarfélögin. Nú fundur svæðisráðs Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs var haldinn 8. desember en þar kom Sigrún Ágústsdóttir forstöðumaður Náttúruverndarstofnunar og kynnti vinnu við endurskoðun og skipulagi hinnar nýju stofnunar en svæðisstjórn og svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs starfa nú innan Náttúruverndarstofnunar. Sveitarstjóri, byggingafulltrúi og sviðsstjóri fjölskyldusviðs funduðu með skólastjórnendum Stórutjarnaskóla í vikunni. Stjórnendum Stórutjarnaskóla og leikskólans Tjarnaskjóls vegna fyrirhugaðra framkvæmda við framtíðarhúsnæði Tjarnaskjóls en það er ein af þeim framkvæmdum sem að þurfti því miður að fresta fram á næsta ár. Verkefnið hefur tafist hjá hönnuðum meðal annars vegna leyfismála en útlit er fyrir að framkvæmdir geti hafist í byrjun febrúar. Finna þarf bráðabirgðahúsnæði fyrir leikskólabörnin sem nú eru 12 talsins. Leitað hefur allra leiða með pláss innan skólabyggingarinnar en starfsfólk hefur áhyggjur af því ónæði sem væntanlega stafa af framkvæmdunum og hefur lagt til að sveitarfélagið leigi hluta af fasteign Tjarna EHF fyrir starfsemina. Nú málið er í skoðun og við finnum vonandi farsæla lausn á því hefði allra fyrsta. Síðan var ég búin að tala bókmenntahátíðina fyrr og þá held ég að bara listin sé tæmdur í bili og þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir þetta, Gerður. Einhvern taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki þá með leyfi varðaðvita það er auðsýnt að þetta er afslappað og notalegt starf sem hefur tekið að þér. En þakka þér kærlega fyrir þín störf sem og starfsfólki skrifstofu. Þetta var hér lagt fram til kynningar. Næsti liður á dagskráni er fjárhagsáætlun 2026. Fjárhagsáætlun þingeyjarsveitar fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun fyrir árin 2027 til 2029 er lögð fram til síðari umræðu. Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2012 fyrir A-hluta og samantekinn reikning fyrir A og B hluta. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn 27. nóvember 2025. Í A-hluta er aðalsjóður auk áhaldahús og eignasjóðs. Í B-hluta eru veitustofnanir sveitarfélagsins, leiguíbúðir Þingeyjarsveitar HSS, atvinnuefling Þingeyjarsveitar EHF ásamt dvalarheimili aldraðra SF sem kemur inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Framlögð áætlun byggir á eftirfarandi meginforsendum sem samþykktar voru á fundum sveitarstjórnar 25. september og 23. nóvember síðastliðin. Útsvarsprósenta er óbreytt milli ára eða 14,97% og hækkun útsvarstekna er áætluð 12%. Álagningar, hlutföll, lóðarleigu og fráveitukgjald eru óbreytt milli ára en reglur tekjuviðmið vegna afsláttar voru hækkuð til samræmis við almennar hækkanir eða 3,4%. Vatnsgjald hækkar úr 0,17% í 0,19% en fasteignaskattar á íbúðarhúsnæði voru lækkaðir milli ára úr 0,625% í 0,595%. Aðrir flokkar fasteignaskatta haldast óbreyttir milli ára. Sorphirðugjöld haldast óbreytt milli ára. Almennar gjaldskrár hækka 3,4% en gjaldskrár sem snúa að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum hækka minna eða 2,5%. Frístundastyrkur er óbreyttur milli ára, 50.000 krónur en hann var hækkaður úr 30 í 50.000 á síðasta ári. Í fjárhagsáætlun vegna 2025 er lögð áhersla á lögbundna grunnþjónustu sveitarfélagsins
en henni fylgir einnig áætlun framkvæmdir næsta árs. Heildarupphæð framkvæmda á árinu 2026 áætluð 312,3 milljónir króna. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár gerði ráð fyrir 261,1 milljón króna í framkvæmdum. Samkvæmt útgönguspá 2025 áætlað að fjárfesting ársins endi í 182 milljónum króna. Helsta skýring á því hve miklu munar á áætluðum fjárfestingum ársins og raunfjárfestingum sú að framkvæmdir við leikskóla á Stórutjöldum ásamt þakviðgerð skólabyggingarinnar frestuðust og verða þær framkvæmdir stærstu einstöku framkvæmdir næsta árs. Meðal annarra framkvæmda má nefna endurnýjun á lögnum hitaveitu, vatnsveitu og fráveitukerfa ásamt framkvæmdum við endurnýjun á kaldavatnslögn í Bjarnarflagi, framkvæmdir við stigaganga í Þingeyjarskóla, endurbætur á útisvæðum við skólabyggingar sveitarfélagsins og verkefni samkvæmt umferðaröryggisáætlun sveitarfélagsins, áframhaldandi framkvæmdir við göngu- og hjólastíg í Mývatnssveit og hönnun á bílastæðum og gönguleiðum við Aldeyjarfoss. Við þurfum aðeins að leiðrétta þarna og skipta út stigagöngum fyrir íbúð í rað í parhúsi, ef maður rétt. Nei, fyrir ekki. Þetta er rangt hjá mér, var að hundsið þetta. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur Þingeyjarsveitar nemi 3.258 milljónum króna í A- og B-hluta. Þar af rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 3.039 milljónir króna. Rekstrargjöld án fjármagnslið og afskrifta áætluð 2.922 milljónir króna, en þar af rekstrargjöld í A-hluta 2.798 milljónir króna. Áætlað að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði jákvæð 335,5 milljónir króna. Rekstrarafgangur A- og B-hluta áætlaður samtals 123,6 milljónir króna. Rekstrarhagnaður A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði áætlaður 240,9 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A-hluta sveitarsjóðs áætluð 103,6 milljónir króna. Eignir Þingeyjarsveitar áætlaðar í árslok 2026 3.441 milljónir króna. Þar af eignir A-hluta 2.715 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar áætlaðar í árslok 1.942 milljónir króna. Þar af hjá A-hluta 1.570 milljónir króna. Eigið fé áætlað 1.499 milljónir króna hjá A- og B-hluta og eigin fjárhlutfall 43,6%. Eigið fé A-hluta áætlað 1.145 milljónir króna og eigið fjárhlutfall 42,2%. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 229 milljónir króna. Veltufé frá rekstri samstæðunar A- og B-hluta verði samtals 239 milljónir króna. Skuldaviðmið Þingeyjarsveitar samkvæmt reglugerð 502 frá árinu 2012 verður 45,2% samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin 2026 til 2028 í A- og B-hluta þær að áætlaðar rekstrartekjur fyrir árin 2027 fyrir árið 2027 3.300 milljónir króna. Fyrir árið 2028 3.418 milljónir króna og fyrir árið 2029 3.509 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta samtals áætluð jákvæð fyrir árið 2027 86 milljónir króna, fyrir árið 2028 90 milljónir króna og fyrir árið 2029 68 milljónir króna. Gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2027 verði 266 milljónir króna, fyrir árið 2028 verði það 279 milljónir króna og fyrir árið 2029 verði það 264 milljónir króna. Sveitarfélagið stendur vel fjárhagslega, skuldaviðmið 45,2%.
eins og áður segir og það því vel undir opinberum viðmiðunarmörkum sem eru 150%. Sveitarfélagið stendur vel hvað varðar önnur þau fjárhagslegu viðmið sem reglugerð 502 frá 2012 gerir kröfu Íbúum sveitarfélagsins heldur áfram að fjölga. Þann 8. desember voru þeir 1586 en voru 1540 síðustu áramót sem fjölgun 3%. Vill einhver yðar taka til máls undir þessum lið? Eyþór Kári. Já, oddviti, það rétt að þakka sveitarstjórn og starfsfólki sveitarfélagsins og oddvita fyrir samstarf og vinnu við þessa fjárhagsáætlanagerð. Það þarna mjög margir góður hlutir í gangi og einhverjir voru ósáttir við eða hefðu vilja hafa öðruvísi, en heilt yfir þá líst mér bara vel á þessa fjárhagsáætlun og ég mun koma til með að greiða henni atkvæði. Jóna Björn. Já, oddviti, sveitarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka oddvita fyrir að hafa ennst aldur til þess að lesa alla þessa bókun og allar þessa tölur. Þetta sýnir kannski svart og hvítu þá stöðu sem að sveitarfélagið í núna eftir sameiningu og það að koma ákveðin reynsla á þetta sveitarfélag sem að sýnir hversu stöndugt sveitarfélagið Reksturinn í góðu jafnvægi og litla sem engar lántökur hafa verið frá því sveitarfélagið var til og það virðast vera til peningar, útsvarið hækkar vegna þess að íbúum fjölgar en á sama skapi þá samt ekki alltaf hægt að gera allt eins og okkur sveitarstjórnarmönnum langar alltaf til þess að reyna að gera sem mest og þá eru bara ýmsar skorður okkur settar og okkur tekst ekki að setja alltaf áætlun sem við myndum gjarnan vilja gera en hins vegar má bara vel tína það til sem að gott til dæmis í framkvæmdum að gera sérstætt átak í til dæmis leiksvæðum skólana og takast vonandi að klára framkvæmdir í Stórutíðarskóla og framtíðar húsnæði Tjarnarskjóls sem auðvitað búið að vera markmið okkar allt þetta kjörtímabil. Það er bara rétt að vona að okkur takist þetta allt saman og framkvæmdina gangi sem best. Og langar mig líka til þess að benda á þessa megin stefnu sveitarstjórnar og sveitarfélagsins sem hefur verið árum saman þessi öfluga þjónusta við fjölskyldur og börn í sveitarfélaginu. Nú eru gjaldfrjálsar máltíðir orðnar hluti fyrir öll skólabörn og voru það búin að vera það árum saman í Þingeyjarsveit en hérna jafnframt gjaldfrjálsar máltíðir fyrir leikskólabörn, það eru gjaldfrjáls skólagögn. Við bjóðum upp á mjög öfluga þjónustu, mjög öflugt leikskólastarf í sveitarfélaginu í 4 leikskóladeildum. Leikskólagjöldin hérna eru með því lægsta sem þekkist. Börn komast að í leikskóladeildinni og starfsfólki til fyrirmyndar og starfið í leikskólanum frábært. Mér langar til þess að halda þessu til haga vegna þess að mér finnst bara ekki nógu það talað. Hérna rekin og staðið að margir góða þjónustu. Við til dæmis í þessari áætlun erum við að gera ráð fyrir að bæta við í skólaþjónustu sveitarfélagsins og það mjög gott og þessi þjónusta hefur sýnt sig að ná að grípa snemma inn í og veita börnunum okkar alla þann stuðning sem þarf. Ofta talað innviðaskuldir og við eigum hana ansi væna í sveitarfélaginu í öllum okkar fermetrum en ég lít samt sem áður svo á að við séum að hugsa svolítið inn að við í þessari fjárhagsáætlun og þeim sem undan hafa verið. Auðvitað vildum alltaf geta gert meira en eitt af því sem að ég vil til dæmis sérstaklega halda til haga í þessari fjárhagsáætlun sú sýn okkar að halda áfram að byggja undir þessa lýðheilsu okkar til dæmis með göngu og hjólreiðastígnum upp með Mývatnssveit. Þótt sveitarstjórn myndi gjarnan vilja vera framkvæma og gera göngustígi víðar til dæmis í Ljósvæðisgarði eða milli skóla í niðri í Dölum en þá hefur það
verið markmið sveitastjórnar að halda áfram með þennan stíg í kringum Mývatn og það er þá markmið að halda áfram í 2 áttir eftir að þessum áfanga lýkur. Annað við innviðina er að það kostar að reka hitaveitur og það kostar að reka aðra veitur, fráveitur og kaldavatn og það er sem við erum að huga til og þetta mun borga sig í betri þjónustu. Þá langum líka til að benda á, eftir að það var okkur þungbær ákvörðun í mörg ár að hækka sífellt sorpurugjöld á íbúa okkar og nú stendur það í stað og mér finnst það svona ákveðin áfangasígur eftir mjög skarpar hækkanir síðustu ár og svo auðvitað fyrir þetta það er ánægilegt að geta þá lækkað álögur í staðinn, til dæmis í fasteignagjöldum, þrátt fyrir að sveitarfélagi koma móts við fasteignaeigendur á svæðinu, þrátt fyrir hækkun fasteignamats að geta þá dregið úr álagningu fasteignaskatts án þess að það komi eitthvað sérstaklega harkalega við sveitarfélagi og sveitarfélagi þoli það. Og ég vona að þetta sé svona skref í þá átt að geta þá kannski minnkað þetta eitthvað meira eftir því sem að ráðurum leifir. En að svo það sé sagt líka að okkur eru jafnframt skorður settar til dæmis með álagningu útsvars að bara út frá til dæmis framlögum í jöfnunarsjóði. Þannig að það er nú ekki svo einfalt að lækka þær álögur, bara svo það sé sagt. Og eins og Knútur kom inn á í sínum langu upplestri, þá er staða sveitarfélagsins afar sterk. Við uppfyllum öll helstu viðmið og ég hugsa við ættum að geta flokkað sem bara afar vel rekið sveitarfélagi þótt að þrátt fyrir það sé því miður ekki alltaf hægt að gera allt. Takk fyrir þetta, Jóna Björg, Arnór. Gleymdur mér, var hann búinn? Ok, sorry. Já, oddviti, ég tek heilsugar undir það sem að framkom hjá Eyþóri og Jónu Björgu hér áðan og Jóna Björg fór mjög ítarlega yfir forsendur fjárhagsáætlunar. Auðvitað, það er mín skoðun að við höfum farið mjög varlega og gætilega í þessari áætlunargerð og sýnt mikla ráðdeild. Ég er bjartsýnni framtíð sveitarfélagsins heldur en jafnvel fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir. Ég reikna með meiri uppgangi í atvinnulífi og nýjum atvinnutækifærum. Það er rosalega spennandi hlutir að gerast í nýsköpun og Geoselika er að koma inn á svæðið. Það verður auðvitað haldið áfram að virkja á Þeistareykjum þannig að það er allt í rétta áttina og það þýðir einfallega að íbúum fjölgar og við höfum verið í íbúðabyggingum og það þýðir líka að við getum fjölgað íbúunum án þess að það stoppi á húsnæðismálum, en auðvitað þarf að gera meira. Nú, svo má ekki gleyma því að Næsir er upprisi og það hefur verið góðar vísbendingar í för með sig fyrir ferðaþjónustuna sem er gríðarlega sterk á þessu svæði. Ég held að til dæmis íbúar gerir sér ekki grein fyrir því að gistinætur í Þingeyjarsveit eru álíka margar eins og Akureyri. Það er svolítið svona merkileg staðreynd í þessu. Þannig að þessi áætlun sýnir bara sterka stöðu sveitarfélagsins, möguleika til aukinnar sóknar og ég legg áherslu á að íbúarnir og sveitarstjórn verði bjartsýn og sæki fram og upp og hærra. Takk. Takk fyrir þetta, Arnór, Gerður. Já, takk, oddviti. Þetta er ákveðið þetta er svona ákveðin galli að vera svona aftarlega í röðinni að taka til máls við afgreiðslu fjárhagsáætlunar sérstaklega þegar að fólk er svona sammála eins og við erum hér í dag og ég vil bara taka heilshugar undir með þeim sem að hafa komið hér upp og er bara lít mjög björtum augum til framtíðar. Þetta er síðasta fjárhagsáætlun þessarar sveitarstjórnar á þessu fyrsta kjörtímabili sameinaðs sveitarfélags og ég er bara mjög bjartsýn fyrir hönd sveitarfélagsins og fyrir hönd íbúa að rekstur sveitarfélagsins hann á að geta algjörlega borið sig og stendur bara á gríðarlega traustum grunni. Og svo náttúrulega eins og er búið að koma fram hjá þeim að það er íbúa fjöldin við
það væri náttúrulega betra að fá ennþá fleiri íbúa. Það í rauninni okkar stóra leið til þess að auka tekjur sveitarfélagsins og til þess að við getum gert allt fyrir alla og allt sem okkur langar til og svona laga til í innviðaskuldinni, þá væri gott að hafa meiri tekjur. En við erum með, mér skilst að sveitarfélagið eigi meina 18.000 fermetra af fasteignum. Það töluvert mikið. Það áfram vinna í því að skoða hvernig getum við svona hagrætt í þessum þáttum þannig að við getum mögulega gert eitthvað annað líka fyrir peningana en að halda við fasteignum. Þannig það alveg næg verkefni en þau bara spennandi og krefjandi. Það mjög ánægjulegt að við erum að hefja sem sagt lækkun á fasteignaskattshlutfallinu. Fasteignaskattur, við höfum verið í hámarki þar með álögur á fasteignir og með hækkandi fasteignamati í sveitarfélaginu að þá þetta orðið náttúrulega bara verulega íþyngjandi útgjaldaliður og vonandi verður hægt að halda þessari lækkun áfram á næstu árum. En bara enn og aftur, það eru óþrjótandi tækifæri hérna og við búum ótrúlega vel miðað við mörg önnur sveitarfélög og eins og kom fram bæði hjá Arnóri og Jónu Björgu að það til dæmis eins og leikskólamáltíðirnar og grunnskólamáltíðirnar sem hafa verið hér lengi endurgjaldslausar og svo megum við ekki gleyma heimreiðamokstrinum sem að sveitarfélagið hefur staðið fyrir í mörg ár og mun gera áfram. Hér eru óþrjótandi tækifæri, það verið að nýta fullt af þeim og við munum sjá það á næsta ári og á næstu árum að það munu springa út sprotar sem að hafa verið gróðsettir og það ekkert annað en spennandi. Þannig að já, segi þetta gott í bili. Takk fyrir þetta Gerður. Vil einhverju fleiri taka til máls þetta? Úlla? Já, oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég ætla ekki á langorð, ég ætla bara að segja að það er alltaf brjálæðislega vinna sem að liggur að baki svona áætlun. Þannig ég vildi bara þakka starfsfólki og sveitarstjórnarmönnum fyrir góða og velgerða áætlun. Takk fyrir þetta og bara fyrir hönd sveitarstjórnar get ég alveg að þakka. En ég vil svo sem líka koma á framfæri með leyfi var Árni Pétur. Oddviti, ágætt sveitarstjóramann. Já, ég held að ég get tekið undir margt sem að hér hefur verið sagt og ég held að þetta sýni okkur svolítið bara hvers við erum megnug. Þetta sýnir okkur líka að það var rétt ákvörðun að sameina þessi 2 sveitarfélög sem að við störfum í núna. Það gefur okkur einfaldlega miklu meiri slagkraft til þess að standa undir hlutverki okkar og allri þeirri þjónustu sem lögboðið að við veitum. Nú, það eru mjög mörg jákvæð teikn á lofti eins og hefur komið fram og eitt af því til dæmis ásælni í lóðir og íbúðaruppbyggingu og þetta auðvitað sveitarfélög lítið annað en samkeppni fólk vegna þess að fólkið auðvitað það sem stendur undir útsvarinu og undirbyggir þá velferð og þá þjónustu sem við getum boðið upp á og eins og nú búið að fara vel yfir hér að þá stöndum við býsna vel í þessari samkeppni sveitarfélaga vegna þess að við erum að bjóða upp á mjög góða þjónustu. Við erum með frábæra skóla, frábæra leikskóla, við veitum snemmtæka íhlutun og það alls konar svona hlutir sem að skiptir fólk miklu máli þegar að ákveða hvar það ætlar að staðsetja sig til búsetu. Svo það atvinnupakkin sem náttúrulega hefur kannski verið okkur aðeins þyngri, það hefur verið frekar einsleitt atvinnuumhverfi hérna en það hins vegar líka breyttast. Það eru mörg verkefni sem hafa tekist gríðarlega vel eins og til dæmis Skífur og nú nýsköpun að koma upp og maður hafa miklar væntingar þar. Jarðböðin, það eru óteljandi tækifæri, stækkun á Þeistareykjum, þannig að ég lít mjög bjartsýnn til framtíðar og tel það að þessi fjárhagsáætlun sýni það bara mjög vel hvers við erum megnug og við höfum verið á góðri vegferð. Takk fyrir.
Vilja einhverju fleiri taka til máls undir þessum lið? Auðvitað er þetta, með leiði var átt að þetta er auðvitað ákveðin svona uppgjör stund þegar það búið að koma þessu saman. Hér hafa fallið orð stöndugt og bjartsýnt og gott, en það auðvitað er ekki allt í vinnu við fjárhagsáætlanagerð sem er þannig. Auðvitað er þetta oft á tíðum svolítið beiskur kalikur að þurfa að höggva svolítið á hnúta og velja, því að þetta er alveg rétt eins og Gerður benti á. Þetta eru 18.000 fermetrar á húsnæði og en það sem mér hefur fundist hafa tekist vel í þessari vinnu í nýsameinuðu sveitarfélagi, það sem mér finnst við að ná þessu markmiði samstillingar og svona eða hvað maður segja, þessi endurskoðun, þessi skoðun á, við höfum farið bæði gegnum úttektir á veitum og slökkviliðum og við erum að svona reyna að stilla þessu upp, og það markmiðið er auðvitað líka fjárhagslegs eðlis en líka gera hvað við getum til að tryggja samkeppnishæfi og þjónustu. Þetta finnst mér hafa tekist auðvitað vel, þó ég myndi glaður vilja framkvæma margfalt meira. Það er komin til að bókun, hún verður mun styttri heldur en allar þær umræður og inngangur. Hún hljómar svo: Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og fyrir næstu 3 ár þar á eftir. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunarvinnslu skefur merki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er gjaldskrá 2026, síðari umræða. Eftirtaldar gjaldskrár verða lagðar fram til síðari umræðu sveitarstjórnar. Gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa fyrir 2026. Gjaldskrá brunavarnaþingeyjarsveitar, að þetta er allt saman fyrir 2026, ég ætla að hætta að segja það. Ég ætla að biðja að skrifa ekki aftur í fundargerð, Margrét. Eftirtaldar gjaldskrár fyrir árið 2026 verða lagðar fram til síðari umræðu sveitarstjórnar. Gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa, gjaldskrá brunavarnaþingeyjarsveitar, gjaldskrá Flateyjarhamna og Skjálfandaflóa, gjaldskrá fráveitugjalda, gjaldskrá vatnsveitugjalda, gjaldskrá hitaveitu Reykjadælar, Stórutjörnum, Kaltvatn og Fráveita, gjaldskrá hitaveitu Reykjahlíðar, gjaldskrá hunda, katta og fiðurfjárhalds í Þingeyjarsveit, gjaldskrá hreinsun, tæming og eftirlit með roðþróm, gjaldskrá sorphirðugjalda og gjaldskrá lóðarleigu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki með leyfi var átöðta, þá ber mér að skýra af hverju ég hökti þarna. Mér þótti svo athyglivert að þetta var gjaldskrá Flateyjarhamna í fleirtölu. Það hljómar svo stórt og gott. Ef það vill enginn taka til máls, þá ber ég fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðar gjaldskrár og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að auglýsa þær í B-deild stjórnartíðinda. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem að skilja merki, og það er samþykkt samhljóða. Þetta er skotgengur. Þá er komið að næsta máli. Nú erum við að tapa þræðinum. Sem er liður númer 6. Er það ekki rétt mér? Jú. Það er slökkvilið. Fyrir sveitarstjórn liggur bókun frá bæjarráði Akureyrarbæjar vegna samtals við Akureyrarbæ samstarf rekstur slökkviliða. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Já, oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Þetta er í raun og veru bara, þó að ekki sé nú kannski langt á veg komið, þá er þetta spennandi verkefni sem að getur haft ýmislegt jákvætt í för með sér. Þetta getur gert að verkum að þetta getur minnkað kostnað, bætt viðbragð og þjónustu við íbúa. Þetta eykur fagmennsku og það er að deila út búnaði. Það eru alls konar kostir sem að þessu fylgja, þannig að ég bara legg það til að við förum áfram inn í þetta samtal með opnum huga, og þetta er náttúrulega bara það stórt verkefni orðið hjá öllum sveitarfélögum að það væri ekki skynsamlegt hjá okkur að leita ekki allra leiða til þess að tryggja öryggi íbúa hvað best og jafnframt auðvitað gæta þess að fagmennska og fjárútlát séu í góðu lagi. Takk.
Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Jóna. Já, oddviti. Það brunavarnir Þingeyjarsveitar og aðrar brunavarnir sveitafélaga þurfa að vera undir stöðugri endurskoðun og að því að þetta eru mjög kostnaðarsöm deild en allra sveitafélaga en það vill samt enginn slá slöku við af því að einn bruni er einum bruni of margir og það vill enginn vanbúa slökkviliðsmenn eða taka sénsinn á brunaeftirliti eða brunavörnum og eiga ekki nógu góðan búnað. Samstarf slökkviliða er mjög víðtækt og hér í sveitafélaginu sinni slökkviliða Akureyrar viðbragði og eins er náttúrulega samstarf í Norðurþingi. Það að við höldum því alltaf lifandi og leitum allra leiða til þess að hafa þetta sem best og leið og við horfum í okkar eigin kostnað. Við hefum þetta látið gera úttekt á okkar brunavörnum. Þær eru mjög kostnaðarsamar per haus en við erum þetta ekki svo mörg og alveg gríðarlega stóru svæði og einnig með verndarsvæði. Þannig að þetta er bara ábyrgðarmál að reyna að halda þessu samtali gangandi og leita allra leiða til fagmennsku og öryggis. Vill einhver annar taka til máls? Addi. Já, oddviti. Já, þetta er eitt af þessum erfiðu málum í öllum sveitafélögum, brunavarnirnar, af því að þegar það brennur þá viljum við vera klár og ég segi þegar því að það endar auðvitað svoleiðis. En hvort það verður á mínum líftíma eða ekki veit ég ekki. Og ein ógn sem að stafar að okkar svæði sem er ólíkt mörgum öðrum svæðum, þó ekki einsdæmi, það eru gróðureldar sem er vaxandi hætta á og það sem ég óttast mest í sambandi við brunavarnir, það eru gróðureldar ef þeir koma upp. Nú, eins verðum við að horfa til þessu samstarfi sem verið að vinna núna að breyta fyrirkomulagi á sjúkraflutningum og taka það inn í slökkviliðin hér eins og er á Akureyri og Húsavík og staðsetja kannski sjúkrabíla annars staðar heldur en nú þannig við aukum öryggið enn, þannig að þetta er gríðarlega stórt verkefni og fyrir okkur er mjög mikilvægt að tímabili núna þegar að slökkviliðsstjóri núverandi leitur að störfum og þangað til að við náum að forma þetta samstarf að við tryggjum áfram öryggi og fagmennsku í starfi slökkviliðsins sem ég efast ekki en það svona er verkefni. Þannig að þetta er svolítið eins og með reykskynjaran sko. Það er ekki nóg að eiga reykskynjara, maður verður líka að kaupa batterí. Takk. Vill einhver annar taka til máls? Svo er ekki þá með örstutt með leiði var oddvita. Þetta er bara auðvitað partur af þeirri síföldu skoðun og ef það berast einhver svona tækifæri okkur á borð sem við getum því að það má ekki gleyma því líka að það er talsverður styrkur sem samstarf getur verið af ýmsum toga hvort sem það eru innkaupa búnaði eða aðlögun að tækniþróun hvort sem tökum bara þeim sem dæmi bruna í rafbílum og það er alls konar nýjar áskoranir sem að þarf að og ekki síst kannski að aðstofa þá aðalega sem við höfum innan héraðs aðstofa þá við það að uppfæra sig og við það að geta sinnt þessu sem best og af öryggi. Það er komið fram til að bókun í þessu máli og hún er mjög einföld og þægileg. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Það er eitthvað sem geta samþykkt þessa. Bókunin sem skefum ekki. Næsta mál varðar, þetta er samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs. Fyrir sveitarstjórn liggur að staðfesta tímabundna ráðningu Rögnvaldar Harðarsonar í starf sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs. Rögnvaldur hefur undanfarin ár gegnt störfum byggingarfulltrúa og verkefnastjóra framkvæmda hjá Þingeyjarsveit. Rögnvaldur er byggingarfræðingur Bachelor of Science frá Vitusbering í Danmörku og húsasmíðameistari
Auk þess sem hann hefur löggildingu í gerð eignaskipta, yfirlýsinga og merkjalýsinga. Hann hefur umfangsmikla reynslu af eftirliti með verklegum framkvæmdum í gegnum starf sitt sem sérfræðingur brunabótamats hjá HMS á árunum 2013 til 2023 ásamt mikilli þekkingu og opinberri stjórnsýslu. Einnig hefur Rögnvaldur starfað við hönnun, byggingarstjórn og framleiðslu. Rögnvaldur mun áfram sinna starfi byggingarfulltrúa meðfram starfi sviðsstjóra. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki þá með leyfi varaoddvita. Þetta ráðstöfun sem hugnast mér vel. Ég tel það að hafa fengið Rögnvald hingað inn hafa verið mikinn happafeng á sínum tíma og honum hafi gengið áspyrnu vel í starfi sínu og hann og verið í rauninni akkurat sá maður sem við þurftum að fá og henta okkur vel og ég tel að hann geti bara, hann verið gagnast okkur jafnvel ennþá betur í svona. Það komið til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir tímabundna ráðningu Rögnvaldar í starf sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs og felur sveitarstjóra ganga frá ráðningu hans. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Þá komið að næsta lið sem samgöngumál. Á dögunum lagði ríkisstjórnin fram tillögu til þingsályktunar samgöngu áætlun. Ég heldur að ráðherra leggja hana fram, en það skiptir ekki máli. 2026 til 2040 ásamt 5 ára áætlun. Í þeirri tillögu sem liggur frammi meðal annars kynnt áætlun vegaframkvæmdir í Þingeyjarsveit. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Eyþór? Já, oddviti, ég tel að það sé rétt að við fögnum því að þarna eru 2 verkefni á þessu framkvæmda tímabili, næsta framkvæmda tímabili sem eru í sveitarfélaginu og það eins og heitir hérna norðaustur vegur Skjálfandafljót og Bárðardalsvegur og ég tel að það sé rétt að við fögnum þessu þó að þetta sé nú hérna eins og margir vita, skitnir 3 kilometrar í Bárðardalsveg og allt í góðu með það. En auðvitað viljum við fá meira og það eru þarna nokkur verkefni sem eru á næsta framkvæmda hluta áætlunarinnar sem að hefðu þyrft að vera fyrr á dagskrá. Og þá má nefna brúna við Fossól til dæmis. Þannig ég tel rétt að við fögnum þessu og það við treystum og vonum að þessi verkefni komist til framkvæmda og þeim verði ekki frestað eins og hefur gerst og þau hverfi ekki eins og hefur gerst. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg. Já, oddviti. Jú, það þetta bara ánægjuefni í sjálfu sér að tillaga þingsályktun samgöngumál sé lögð fram og ég vonast bara til að verði þá allavega samgönguáætlun í gildi. Og auðvitað ber að fagna því að koma brú yfir Skjálfandafljót á dagskrá í Kinn. Brúin þetta eins og við vitum, hún svona því sem næst lokuð. Það mjög aftakmörkuð umferð hana, engin þunguumferð og henni svo þessi þunguumferð svo beint á einbreiðri brú við Fossól. Þannig að það auðvitað ber að fagna því að fá þessa framkvæmdana inn og sveitarfélagi mun ekki láta sitt eftir liggja við að koma þessum framkvæmdum áfram til dæmis með skipulagsmálum. En eins og fram kom þá þarna að ræða samgönguáætlun til 20 ára eða rúmlega 15 ára til 2040 og svo hins vegar aðgerðaáætlun og aðgerðaáætlun svo sem sagði vera fjármögnuð og þarna inn í þessari aðgerðaáætlun sem sagði fjármögnuð þessi 2 verkefni, 3 kilometrar með tvíbreiðri brú yfir Öxará í Bárðardal og Fljótsbrúin í Kinn. Þarna vantar inn því miður í þessa aðgerðaáætlun og til framkvæmda tvíbreikkun og brúnni við Fossól og brúnni við Skjálfandafljót við Fossól og Goðafoss
og tvíbrykkun og brú yfir Jökulsá á Fjöllum. Ég hafa nú komið hérna fram áðan að það vandamál myndi nú hugsanlega leysast að sjálfu sér ef brúin bara hreinlega hrynur. En það hins vegar leysir ekki þá stöðu sem þetta er uppi. Það er mjög takmarkaðir flutningar yfir brúna á Jökulsá á Fjöllum, takmarkaðir þungaflutningar, og brúin er bara orðin mjög illa farin og það hefði verið ábyrgðarhluti að setja þessa framkvæmdin framar. Svo, að því að ég er nú sérstök áhugakona samgöngur og samgöngubætur, þá gerði ég svona leit í samgönguáætluninni sem er 111 blaðsíður og fletti upp hversu oft er minnst á malarvegi. Og það er minnst 6 sinnum á malarvegi í áætluninni, sérstaklega í útrými að fækka þeim. Og svo er talað að reyna að setja bundið slitlag á malarvegi sem eru tengivegir. Þeir eru ekkert að verða svo margir eftir. Það er Bárðardalsvegur vestari, vissulega. Það er ekki nema 4 km á honum inn á áætlun, en það er aldrei minnst á að til dæmis að byggja upp Héraðsvegi, bara svo það sé sagt. Og það er ekki orð það. Þannig að það eru neina hlýju kveðjur. Ég óska þess að við gætum gert betur. Þakka þér fyrir þetta, Jóna. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er komið hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn fagnar þeim verkefnum í sveitarfélaginu sem eru á fyrsta framkomna tímabili nýrrar samgöngu áætlunar. Bárðardalsvegur vestri og norðausturvegur Skjálfandafljót. Sveitarstjórn treystir því að þessi verkefni komi til framkvæmda. Sveitarstjórn vill einnig árétta mikilvægi annarra framkvæmda í sveitarfélaginu sem eru komin á tíma, svo sem einbreið brú yfir Jökulsá á Fjöllum á hringveginum og einbreið brú við Goðafoss, einnig á hringvegi, og hvort tveggja eru framkvæmdir sem eru mikilvægar fyrir almanna öryggi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá kemur næst mál sem varðar ADHD samtökin umsögn styrk vegna fræðslu. Fyrir sveitarstjórn liggur styrkbeiðni frá ADHD samtökunum þar sem óskar eftir stuðningi sveitarfélagsins, helst þannig að það myndi tryggja íbúum sveitarfélagsins eða starfsfólki þess viðeigandi fræðslu ADHD á komandi ári. ADHD samtökin bjóða margs konar fræðslu fyrir leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttafélög, félagsmiðstöðvar, foreldra, almenning og starfsfólk og stjórnendur fyrirtækja og stofnana, og er eitt helsta markmið samtakanna sem flestir hópar samfélagsins fái notið þessarar fræðslu, ekki síst þeir hópar sem vinna með börnum. Með því móti er unnið gegn fordómum og lífsskilyrði og starfsumhverfi allra í sveitarfélaginu bætt. Óskað er eftir styrk að upphæð 100 til 500.000 sem nýttur yrði samkvæmt nánara samkomulagi. Vill einhver taka til máls undir þessu lið? Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Svona erindi er vissulega góðra gjalda vert og þetta er auðvitað mikilvægt málefni, engin spurning það. En mér finnst hins vegar að svona styrkbeiðnir eða öllu heldur að þá finnst mér þetta vera í höndum forstöðumanna stofnana. Ef að menn þurfa á þjónustuna að halda, að þá er náttúrulega frábært að hún sé til og þá geta menn keypt þjónustuna, og ég held að það sé miklu betri leið heldur en að við séum að ákveða það fyrir hönd einstakra stofnana innan sveitarfélagsins að það eigi að nýta sér þessa þjónustu. Það er betra að það passi bara inn í þeirra ramma og verklag. Þannig að ég mæli með því að við tökum neikvætt í þetta erindi. Takk. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Gerður. Já, takk Árni. Ég get tekið undir með Árna Pétri nema að ég vil ekki taka neikvætt í erindi sem slíkt. Ég er mjög þakklátt ADHD samtökunum fyrir að bjóðast til þess að koma og fræða okkar starfsfólk ADHD, vegna þess að það er ekki bara blessa barnið sem að á við þetta að etja, heldur það er öll fjölskyldan sem að þarf ofta að taka honum stóra sínum og hefur þar fyrir fræðslu.
En eins og staðan núna þá bara höfum við verið að standa okkur mjög vel. Við höfum verið að fá fræðslu ADHD á þessu ári og það búið skipuleggja fræðslu á næsta ári og þessu ári hafa líka verið fræðsla til foreldra og nemendafræðsla einnig. Þannig ég held við séum að gera, og ég meit eins og bara við komum fram hjá flestum varðandi fjárhagsáætlunina, ég held við séum að gera virkilega vel í svo mörgum þáttum. Og þarna erum við greinilega að gera mjög vel. Það mögulega þörf að sér fræðslu eftir næsta ár og þá bara mjög gott að vita af ADHD samtökunum og við munum þá geta hugsanlega leita til þeirra með að koma með erindi til okkar. Takk. Lengur fleiri takk til máls. Svo ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn sér ekki fært að verða við beiðninni að sinni. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki það samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskráni Mývatn og Laxá endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar verndarsvæðisins. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Náttúruverndarstofnun þar sem tilkynnt að hafin endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar fyrir verndarsvæði Mývatns og Laxár. Endurskoðunin verður unnin í samstarfi við sveitarstjórn, hagsmunaaðila og umhverfisverndarsamtök á svæðinu, auk stofnana sem starfa lögum samkvæmt á sviði náttúruverndar, vatnsverndar, veiðinýtingar, samanber lög nr. 97 frá árinu 2004 verndun Mývatns og Laxár. Náttúrufræðistofnun óskar eftir tilnefningum í samráðshóp verkefnið og skulu tilnefningar berast fyrir 15. janúar 2026. Orðið laust. Þú ert að skora vel í dag. Já, oddviti og geta setja sér fólk. Þetta nú svo sem aðeins úr vöndu að ráða. Þetta eitthvað sem að ég vonaðist til þess að kæmi kannski fram og þessi vinna myndi hefjast aðeins fyrr á kjörtímabilinu. Það þetta svolítið flókið að skipa fulltrúa þegar svona stutt í kosningar vegna þess að það þetta mikilvægt að sá sem að skipaður verður eða þau sem að skipað verða séu sitjandi sveitarstjórnarfulltrúar. Vegna þess að þarna innan eru náttúrulega mörg risastórmál sem að varða frárensli, varðar áframhaldandi skipulag á bara skipulagsmál út af ferðum, hvar á að leyfa göngustíga með þessu fallega vatnakerfi, hvar á að leyfa hestaumferð og svo framvegis. Þetta nýting, friðun, ofauki í Mývatni. Þetta kemur inn á ótal marga hluti og gríðarlega mikilvægt og þetta fagna ég því að þetta sé komið að stað núna. En það auðvitað svolítið úr vönd að ráða hvernig á að skipa í þennan hóp og það auðvitað mjög mikilvægt að sveitarfélagið vegna þess að þetta kemur inn á svo marga þætti hjá okkur þrátt fyrir það að við séum nú kannski ekki eigendur á jörðum sem liggja beintað nema þá Kálfaströnd að þá skiptir enga síður skiptir þetta okkur öll gríðarlega miklu máli og þarna eru miklir hagsmunir hjá sveitarfélaginu vegna þess að við auðvitað erum með veiðimálin, vargstýringu, allavega hluti sem að þetta kemur inn á. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að sveitarfélagið hafi mjög sterkar rödd þarna inni og því kannski spurningum að sveitarfélagið hafi sterkar rödd heldur en bara einn fulltrúa. En ég held að það sé mjög mikilvægt að taka samtalið við Náttúruverndarstofnun það hvernig þetta verði unnið og hvernig þetta nákvæmlega hugsað. Þannig að ég held að væri kannski bara ágætt að oddviti eða við myndum fá fund með þeim. Takk fyrir. Við lengur fleiri takk fyrir máls undir þessum lið. Svo ekki með leyfi bara oddvita. Nei, varstu búin að? Nei, þá, ég má ekki segja neitt. Ertu alveg viss? Nei. Allt í lagi. Þetta mál svona sem dæmi það hvað þetta víðfeðmt og litar samfélagið meira heldur en kannski bara þó við séum ekki endilega landeigendur þá förum við með skipulagshlutann og svona sem dæmi liður 2 á fundargerð skipulagsnefndar. Þar einmitt kemur þessi til dæmis eins og ákvörðun vatnsverndarsvæði og verndarsvæði. Þetta kemur auðvitað hefur áhrif á allt sveitarfélagið þegar kemur að
framkvæmdum, þannig að þetta er mjög góð vinna sem er að fara þannig staða í þessar endurskoðun og eigum þarna talsverðara hagsmuna að gæta eins og við höfum rætt. Tillaga bókun hljómar því þannig: Sveitarstjórn tekur undir eftirfarandi bókun skipulagsnefndar á fundi 10. desember. Bókun skipulagsnefndar hljómar þannig: Náttúruverndarstofnun hefur sent frá sér tillögu að samráðshóp og starfshóp verkefnið og skulu tilnefningar berast ekki seinna en 15. janúar. Skipulagsnefnd óskar eftir því að 3 aðilar verði tilnefndir af hendi sveitarfélagsins. Skipulagsfulltrúi muni sitja sem starfsmaður sveitarfélagsins og 2 aðilar fyrir hönd Þingeyjarsveitar sem eru sérfróðir aðilar svæðið. Fulltrúar sveitarfélagsins eru tilbúnir að funda með stofnuninni málið. Einnig í bréfi Náttúruverndarstofnunar kemur fram að Náttúruverndarstofnun greiði ekki fyrir setu í þessum 2 hópum, en skipulagsnefnd vill benda á að í 9. grein laga verndun Laxár og Mývatns kemur fram að kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði. Í samræmi við það óskar sveitarfélagið leiðbeininga hvert skuli sækja greiðslur vegna fundarsetu í starfshóp sem gert ráð fyrir að fundi mánaðarlega meðan á vinnunni stendur. Bókun skipulagsnefndar lýkur og við tekur þá ágangur af bókun sveitarstjórnar. Í ljósi ábyrgðar sveitarfélagsins í málefnum Mývatns og Laxár tekur sveitarstjórn undir mikilvægi þess að auka vægi Þingeyjarsveitar í samráðshóp og starfshóp og kallar eftir fundi skipulag vinnunnar. Sveitarstjóra falið að óska eftir fundi við Náttúruverndarstofnun málið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunu í sannleiksskeiðmerki. Næsta mál á dagskrá varðar hálkuvarnir á þjóðvegum. Fyrir sveitarstjórn liggur afrit af erindi sem Ólafur Rúnar Ólafsson sendi til Vegagerðarinnar fyrir hönd 5 sveitarfélaga, Eyjafjarðarsveitar, Grýtubakkarhrepps, Hörgársveitar, Svalbarðsstrandarhrepps og Þingeyjarsveitar, þar sem vakin er athygli á að ábyrgð Vegagerðarinnar varðandi hálkuvarnir á vegum sem stofnuninni er falin ábyrgð á samkvæmt lögum. Erindi lögmannsins þar. Vill ekki taka til máls undir þessum lið með leyfi varaoddvita til skýringar. Þá er Vegagerðin þarna að segja sig frá hálkuvörnum og tilgreinir þær ekki sem hluta af vetrarþjónustu á þeim vegum sem að við deilum með okkur kostnaði á. Er þið alveg vissum við ekki taka til máls undir þessum lið? Addi var reyndar undan þér. Já, oddviti, ég var nú eiginlega bara játa að ég skil ekki málið. Vegagerðin er veghaldari þessara vega og ber sem slíkur ábyrgð á því að þeir nýtist umferð í landinu með fullgildu öryggissjónarmiði. Þannig að mér finnst þetta bara skrítið, ég skil ekki þessa vegferð, þannig að við erum að mótmæla þessu og sem betur fyrir hafa sveitarfélögin sameinast það og já, ég held að sveitarfélögin verði nú að fara að kalla eftir fundi með samgöngunefnd Alþingis og athuga á hvaða vegferð Vegagerðin er almennt. Takk. Hóttir fyrir. Þetta er fínt. Hann dugði, ok. Sem segja það. Jóna Björg. Já, takk oddviti. Þetta tekið bara undir það sem Arnór sagði, ég skil ekki neitt. Það er svo sem ekkert nýtt, ég hef aldrei alveg skilið Vegagerðina. En við hljótum að mótmæla þessu og því að þetta er líka bara óskiljanlegt. Það er ekki hægt að viðhalda öryggi á vegum ef ekki á að vera hægt að sanda þá. Fyrir það fyrsta, ég heldum eftir að það var mótmæli í leiðinu þessari aðferð helmingaskiptamókstri. Að varpa kostnaði yfir á sveitarfélögin, bara vegna þess að þetta eru malavegir sem Vegagerðin tímir ekki að móka. En við viljum sjálfsögðu hafa þjónustu við. Þannig að því að þetta er umlað svolítið skemmtilegt, að því að ég veit ekki hvort að allir viti hvað það safnast sem ekki klaki á malavegi, umfram aðra vegi. Bara horfið eftir þessu, næst því ég keyri fram í malavegi, og fólk keyrir á sínu auða malbiki, svo ber undir, og svo sjást klakabunkarnir á malavegunum. En mér finnst þetta bara hlálegt í alvörunni. Að ætla að segja sig frá svona hluta af því sem er sannarlega hluta vetrarþjónustu.
Einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, ég með leyfi varáðvita. Það alveg rétt sem hún segir að sko malarvegir eru í eðli sínu aðeins öðruvísi varðandi klakasöfnun heldur en þeir hafa ekki þennan kost að drekka þessi sólarljós á góðviðri stögum og reiða sig. Þannig að þetta við viljum endilega lenda þessu á einhvern hátt. Tillaga bókun þannig vetrar og þjónusta, þar að segja snjómokstur og hálkuvarnir, hafa verið í samstarfi vegagerðar og sveitarfélaga samkvæmt svokallaður helmingamokstur þar sem sveitarfélögin greiða 50% af kostnaði. Nú hefur vegagerðin hafnað því að hálkuvarnir séu hluti vetrarþjónustu vegagerðarinnar og séu því alfarið á ábyrgð sveitarfélagana. Þessu mótmæla sveitarfélögin 5 en sveitarstjórn felur sveitarstjóra að fylgja málinu eftir. Þau sem geta samþykkt þessa bókunum sem það skeiðmerki. Næsta mál á dagskrá Mýsköpun EHF hluthafafundur. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á hluthafafund Mýsköpunar EHF sem haldinn verður 5. 18. desember næst komandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varáðvita. Þá hefur hér komið fram tillaga að sveitarstjóri sitji í fundinn líkt og hann hefur gert undanfarin ár og því liggur fyrir fundinum eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir. Já, myndir þú vilja gera grein fyrir því sem kemur fram í fundarboði varðandi áformin? Það er tillögur stjórnar sem við ætlum að bókum hér á eftir. Nei. Það er að segja að við ætlum að fela gerði heimild til að fara með málefni að gæta hagsmuna sveitarfélagsins á fundinum og bókunin hljómar því svo að sveitarstjórn samþykkir tillögur stjórnar samanber fundarboð og felur sveitarstjóra að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Þau sem geta samþykkt þetta eins og skeiði merki. Þetta haggast á þessu öllu saman. Lið númer 13 er þjónustustefna. Fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu þjónustustefna sveitarfélagsins samkvæmt 130. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun hljóðar svo sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að uppfæra þjónustustefnu sveitarfélagsins með tilliti til breytinga sem orðið hafa og setja inn í kynningu á heimasíðu þar sem hægt verður að gera athugasemdir og senda inn breytingar fyrir síðari umræðu. Þau sem geta samþykkt þessa bókun sem skeiði merki samþykkt samhljóða. Næsta mál áramóta flugeldasýningar í Mývatnssveit óskum umsögn. Fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni frá björgunarsveitinni Stefáni vegna árlegrar áramóta flugeldasýningar í Mývatnssveit. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Fyrir fundinum liggur því til að bókun sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umbeðið leyfi fyrir flugeldasýningu í Mývatnssveit. Næsta mál á dagskrá heilsueflandi samfélag, foreldramorðnar. Fyrirgefðu, átti að það ég að bakka. Það hefur komið óskur salum að við tökum eitthvað aftur. Gleymdi ég einhverju? Nei. Já, það rétt, já. Fyrir fundinum liggur, ég hverf hér aftur til í lið númer 14 því það er mikið atriði að áramótaflugeldasýning hafi öll tilskilin leyfi og rétt afgreidd. Til að bókun þannig sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umbeðið leyfi fyrir flugeldasýningu í Mývatnssveit. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiði merki. Biðst forláts af þessu. Mál númer 15 heilsueflandi samfélag foreldramorðnar í Ídölum og óskum samstarf. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá foreldrafélagi Barnaborgar endurgjaldslaus afnot af salnum í Ídölum eitt sunnudagsmorgun í mánuði í samstarfi við heilsueflandi samfélag. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varáðvita þá ætlar oddviti ekki að segja neitt undir þessum lið. Til að bókun svona sveitarstjórn samþykkir að veita foreldrafélagi Barnaborgar endurgjaldslaus afnot af salnum í Ídölum einu sinni í mánuði. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 16 boð þátttöku í samráði frá innviðaráðuneytinu, endurskoðun stjórnvalds fyrirmæla jöfnunarsjóð sveitarfélaga. En fyrir sveitarstjórn liggur boð þátttöku í samráði, endurskoðun stjórnvalds fyrirmæla jöfnunarsjóð sveitarfélaga eftir setningu laga nr. 56
frá árinu 2025. Umsagnarfrestur er til og með 16. desember næst komandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Sveitarstjórn, tillaga bókun hljómar því svo. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vakta málið og senda inn umsögn ef ástæða er til. Þau sem geta samþykkt þessa bókunni, sannlega skil merkið það samþykkt samhljóða. Næsta mál er Engidalur 2 umsókn lögbýlis skráningu skipulagsmál. Á 44. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi umsókn Elíasar Víum Guðmundssonar lögbýlisrétt á jörðinni Engidalur 2. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við að Engidalur 2 verði að lögbýli. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að skila inn umsókn sveitarfélagsins til ráðuneytisins. Skipulagsnefnd telur jörðina hafa það landrými og aðstöðu að unnt sé að stunda þar fyrirhugaða starfsemi og uppfylla þar með skilyrði sem settur fram í jarðalögum nr. 81 frá árinu 2004. Skipulagsnefnd bendir umsækjanda á að kynna þurfi skógræktar áform sveitarfélaginu og sækjum framkvæmdarleyfi eftir því sem við á. Vill einhver yðar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá liggur hér fyrir fundinum tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að skila inn umsögn sveitarfélagsins til ráðuneytisins. Næst þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunu sem það skeið merki. Nú var ekki eftir östu hlið. Næsta mál á dagskrá varðar stafrænt samstarf 2026 fjármögnun og verkefnaáætlun. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er varðar stafrænt samstarf 2026 meðfylgjandir verkefnaáætlun og kostnaðarskipting. Þetta er hér lagt fram til kynningar, þannig þið fáið ekki að kjósa það. 19. mál er Hverfjall stjórnunar og verndaráætlun tilbúin til staðfestingar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar stjórnunar og verndaráætlun Hverfjalls sem er tilbúin til staðfestingar. Lagt hér fram til kynningar. Mál nr. 20 er Tónkvísl umsagnar beiðni vegna tækifærisleyfis 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar jákvæð umsögn sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar framhaldsskólans á Laugum tækifærisleyfi vegna tónkvíslarinnar á Laugum sem haldin var í lok október. Lagt hér fram til kynningar. Mál nr. 21 varðar Brattahlíð Iceland Adventure EHF gisting Hellurhrauni 5 umsagnarbeiðni rekstrarleyfis. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar neikvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Brattahlíðar Iceland Adventure EHF vegna gistileyfis að Hellurhrauni 5 Reykjahlíð. Lagt fram til kynningar. Mál nr. 22 eru Aurora Farm EHF umsagnarbeiðni og gistileyfi. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar jákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Aurora Farm EHF gistileyfi að Stóralaugum. Lagt hér fram til kynningar. Liður 23 er Samband íslenskra sveitarfélaga fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 989. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 14. nóvember síðastliðnum. Lagt fram til kynningar. Liður nr. 24 er Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 244. fundarstjórnar heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá 27. nóvember síðastliðnum. Lagt fram til kynningar ásækið. Mál nr. 25 er Veiðifélag Fnjóskár aðalfundur. Fyrir stjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundarstjórnar Veiðifélags Fnjóskár frá 27. nóvember síðastliðnum. Lagt fram til kynningar. Mál nr. 26 er Menningarmiðstöð Þingeyinga. Fundargerði stjórnar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerði stjórnar Menningarmiðstöðar Þingeyinga frá 3. desember. Lagt fram til kynningar. En ég hefi gleymt á undanförnum málum að gefa kost á því að taka til máls undir öllum þessum liðum sem lagðir hér fram til kynningar og gera það hér með. Eyþór.
Já, af því að þú gafst nú sérstaklega tækifæri til þess að tjá mig um þetta, þá langar mig aðeins að tjá mig gistileyfi, eða ekki gistileyfi sem slíkt, heldur langar mig bara að lýsa ánægju minni með það að sviðsstjóri sé með þessi mál á sinni könnu og þau komi til sveitastjórnar til kynningar. Ég tel að þetta sé mikil betrumbæting frá því sem var. Vill einhver annar taka til máls undir þessum liðum sem voru kynntir í belg og byggðu? Þá ætla ég í lokin með leyfi varaoddvita að koma á framfæri þakklæti sveitarstjórnar til þeirra sem hafa komið að vinnu við fjárhagsáætlun sem og starfsfólk skrifstofu fyrir ánægilegt samstarf, af því þetta er nú síðasti fundur sveitarstjórnar og á árinu sem nú er að líða. Auðvitað og sem og þakkir og jólakveðjur til allra sem starfa hjá sveitarfélaginu og veita þessa þjónustu sem við þurfum að viðhalda. Vilja einhverja aðrir tjá sig í lok fundar, eitthvað annað varðar málefni sveitarfélagsins, þá óskum við bara öllum gleðilega jóla og þökkum fyrir okkur.